Í þessari mynd ætlum við að skoða forrit, svo kallað kynningarforrit eða glærusýningarforrit sem að heitir LibreOffice Impress. Til þess að nota það þá þarf maður að hafa forritið LibreOffice og ef að það er ekki fyrir hendi þá er hægt að sækja það á vefslóðina www.libreoffice.org og smetla þar á download og þar er þá hægt að sækja LibreOffice fyrir Windows, fyrir Mac og fyrir Linux. Ég er með Linux, þannig að það eina sem ég þarf að gera til þess að fá þetta er að fara í Ubuntu forrit uppsetningar forritið og skrifa þar LibreOffice og þá finnur hún fyrir mig og hérna er LibreOffice. Ég er þegar komin með allt sem þarf í þetta, þannig að ég þarf ekki að setja það upp og þess vegna er nóg fyrir mig að fara hérna í forrit og skrifstofan og opna þar LibreOffice. Þetta er upphafsskjárinn fyrir LibreOffice og hérna fer maður inn í öll þau forrit sem eru með í þessum vöndli, þessum forritapakka og þar á meðal er þetta hér kynning. Þetta er sem sagt LibreOffice Impress. Hérna er þá glugginn sem maður sér þegar maður byrjar í þessu forriti. Við skulum skoða hann nánar. Efst er titilstika og á henni er nafnið á skjalinu, það heitir núna ónefnt og nafnið á forritinu LibreOffice Impress. Þar fyrir neðan er valstika eða valslá og á henni eru valgluggar sem að innihalda allar þær skipanir sem hægt er framkvæma í forritinu. Þar fyrir neðan eru síðan tvær hnappastikkur eða tólastikkur sem að innihalda þær aðgerðir sem að oftast eru notaðar. Þessar tólastikkur er hægt að opna og loka með því að fara hérna í skoða og fara í tækjaslár og opna og skoða og nota ýmsar tækjaslár. Flestar þeirra opnast þegar á þeim þarf að halda, þannig að maður þarf yfirleitt ekki að hafa þær allar opnar. En núna eru 4 opnar, það er að segja kynning, lína og fylling, staðalað og teikning. Og teikningastikan er hérna neðst. Lengst til vinstri er skyggnuglugginn, hann er hér. Og það er hægt að slökkva á honum ef maður vill. Það er samt ekki mælt með því. Hérna sér maður allar skyggnurnar eða glærurnar sem maður er búin að gera og það er raðast upp hér hver á eftir annari. Það er hægt að hoppa á milli þeirra og það er hægt að færa þær til og gera ýmislegt skemmtilegt við þær hér. Í miðjunni er vinnusvæði. Það er svo glæra sem maður er að vinna við og það sem maður gerir er sem sagt gert við hana hér. Þetta vinnusvæði hefur í rauninni 5 flipa. Það er sem sagt venjulegt. Það er efnisskipan. Þá sér maður sem sagt bara táknmyndir fyrir hverja glærur. Það eru minnispunktar sem maður getur sett inn. Maður getur ritað inn minnispunkta fyrir glærurnar. Það er dreifiblað þar sem maður prentar út fyrir þá sem að ætla að vera á fyrirlestri hjá mér og svo í skyggnuröðun þar sem maður fær skyggnurnar allar saman upp. En venjulega vinnur maður hérna á þessu flipa hérna sem heitir venjulegt. Lengst til hægri er síðan verkglugginn og honum er skipt niður í nokkur atriði. Fyrsta lagi
eru yfirsíður. Þetta eru sem sagt hin og þessi tilbúin útlit sem maður getur sett á þær glærur eða skyggnur sem maður ætlar að nota. Ef ég til dæmis vildi nota þessa hérna sem heitir gamalt og gott, smelli ég bara á hana og þá breytast allar glærurnar í samræmi við það. Þessi hérna er sem sagt tóm og sjálfgefin, ekkert á henni. Fyrir neðan yfirsíðurnar er útlit. Hérna eru 12 mismunandi uppsetningar á glærum. Það er alveg tóm. Það er þessi hér með það sem er titill og atriðaskrá, titill og textaskrá og alls konar útgáfur af þessu sem hægt er að nota við hin og þessi tækifæri. Þar fyrir neðan er töfluhönnun. Þetta er notað þegar maður býr til töflu og vil fá alls konar útlit á töfluna. Síðan koma sérsniðnar hreyfimyndir þar sem maður bætir við ýmsum brellum í sambandi við textan sem er á glærunum, og síðan í lokin er skyggnuskipting, þar að segja hvernig skipting á milli skyggna eða milli glæra á sér stað. Þetta er eitthvað sem við komum til með að skoða nánar síðar. Neðst er stöðulína hér og þar eru ýmsar mælieiningar. Það er skyggnurröðin eða skyggnufjöldin hérna og tungumálið sjálfgefið og síðan þessi litla og skemmtilega skrunlína hér þar sem maður getur skoðað nánar og nær það sem maður er að vinna við eða bakkað út frá. 66% stærð virðist vera alveg ágætt og passa akkurat hérna í þennan miðjuglugga. Þetta er sem sagt útlitið á Impress og við skoðum nánar eitthvað af þessum atriðum í næstu mynd.